Bara gá hvort þú myndir segja eitthvað ef ég segi ekki Sælöldumul. Nei, ég bara treysti ferlinu. Sælöldumul. Velkomin í Tókalla. Heyrðu. Við erum að taka upp í fyrradag. Það er svo skrítið að tala fortíðina núna. Nútíðinni? Já. Já. Það er mjög skrítið. Já. En við erum að taka upp í fyrradag. Já. Ég fór á samstöðufund í dag. Já. Þjóð gegn þjóðamorði. Já, ég komst ekki. Og ég fór að hugsa eitt sko sem ég hefur reyndar hugsað svolítið í gegnum hvað þessi tæpu 2 ár. Og maður langar að velta þessari spurningu upp. Já. Akkur eru miklu fleiri konur en kallar sem að virðast láta sig þetta máli skipta það sem er að eiga sér stað í Palestínu. Já, það er góð spurning, en það er náttúrulega eru aðalega konur sem að láta sig samfélagsmál varða bara almennt. Ég veit ekki af hverju sko, en ég meina en svona er þetta bara, ég meina þetta er alltaf þemað. Já, merkilegt. Já. Það var tölvöld fleiri konur á svæðinu og svo svona örfáir einhverjir svona sýndar réttlætisreitarar einhverjir kallar að þykjast. Já, ekki? Jú. Þeir eru skilst mér aðalega að þessu til þess að fá eitthvað að ríða. Jú, látum við þekkja það með þessu. Það er það sem ég hef heyrt. Látum við þekkja það. Við erum sko, ég veit, ég má ekki tala um það, en ég ætla nú samt að gera það ykkur. Já. Að sko, það eru ný tæki hérna. Já. Eða svona nýjar græjur. Ég bara, þú veist, þetta er bara eins og vera fluttur eitthvað. Ég skil ekkert hvað að gerast þín í stúdíunum. Ég er svona er að eitthvað, já, með svona, hvað heitir þetta? Statíf? Jú. Fyrir mækana? Jú. Þetta er svona aðeins öðru sem við erum vanir. Já. Og ég er svona eitthvað, veit ekki alveg hvernig ég fíla þetta sko. Jú, þetta er bara ljómandi. Og svo líka svona, já, nýju stólar og... Ég veit ekki með nýju stólana sko. Nei. Það er svolítið í mig sko. Já, erfiðir. Já, bara, veist, breytingar eru erfiðar. Já, finnst þér það erfitt svona í alvörinni? Breytingar? Nei. Ekki þannig séð sko. Það var samt svona smá panik þegar þú mættir hérna inn og bara byrju... Já, þú varst að gera þetta viljandi eða ekki? Segja mér ekkert að þá voru búin að snúa stúdíónu á hvolf. Jú, já. Nei, veistu að stúka hérna af ykkur að geymslu. Það er komið ný húsgögn, það er búin að stilla böru. Borðið og horfið, það er komið statíf. Já. Víst, ég sko hérna ég var búin að gleyma að ég var búin að gera þetta. Við vorum með það fyrir viku sko, það var þetta ekki svona. Nei, ég var sko mjög spenntur að prófa þetta. En ég var samt búin að gleyma að ég sko þurfum á leiðinni eitthvað. Já. En já, þetta er lífið. Þú ert svolítið gleymið það. Já, ég er það sko. En talandi um það, eða fyrir eitthvað? Já, við getum svo sem alveg gert eitthvað. Já, nú er ég að hugsa svolítið mikið einu. Ég nefnilega byrjaði að nota gleraugu. Já. Það tegja mig þau fyrst þeir að fara að nota síman. Já, svo sjáur eitthvað. Já, en hérna... Ég vildi fá gleraugun í logoið. Já, ég er að vinna í því. Veistu hvað, ég reyndi það. Ég reyndi það hérna... Það er ekki hægt. Það er ekki hægt að díla við þessa gervigrind, sko. Nei. Hún er svo heimsk. Já, heyrðu, eitthvað í dag. Fjallar munin á þekkingu eða staðreyndum og skoðun. Hljómar einfalt. Já. En í undirbúningi þessa þáttar þá skoðaði ég gögnin. Fór ég svona yfir sviðið. Og sá einhverja grein og ég reyndar
hripaði það nú ekki niður en ég sá einhverja grein það sem að vera að fjallum djúvillig skrítið árum sem gleraugu maður já, það sem að vera að fjallum að helmingu bandarækjamanna gerir ekki greinamun á skoðun og og staðreyndum þekkir ekki munin getur ekki greint á milli staðreynda og skoðana og stór hluti í bandarækjanum sækir sér þekkingar í svona skoðana á svona skoðanamiðlum podcastum og einhverju svoleiðis sem mér þótti áhugavert en það er svona side point í þessu að því að sko ok fyrir kannski mörg ykkar þá er þetta og fyrir þig þá er þetta kannski ekkert svona já wow ég hef nú aldrei pælt í þessu en mér þykir bara tilefni til þess að hnykkja eins á þessu bara hvað er að tala hver er munurinn á skoðun og þekkingu já. Og við búum náttúrulega í samfélagi þar sem að þú veist við erum með ákveðnar svona ákveðin viðmið sem að við höfum bara samþykkt við höfum búin að samþykja að við viljum vera í lýðræði samfélagi þannig að við viljum verja lýðræðið standa vörðum það þrátt fyrir að höfum kannski skoðun á þeim sem að eru fulltrúar okkar þú veist við höfum skoðun á því en við erum svona flest á því að það sko lýðræðið er mikilvægt stöndum vörðum það svo höfum við líka samþykkt að það er ákveðna forsötu fyrir þekkingu eða staðreyndum og til þess að viðurkenna einhvern veginn þekkingu í upplýstu lýðræðis samfélagi að svona hvað er sattur rétt að þá höfum við ákveðið að það þurfi að byggja á gögnum og einhvers konar skipulegri meðferð á þeim til þess að taka við staðreynd og telja eitthvað að vera þekkingu eða byggt á já, vera facts ok? Þetta með mér og þú veist við þessu saman gjástiðist við opinber gögn, opinber stofnanir og og svona reiðum okkur á til dæmis upplýsingar frá landlæknisembættinu í tekin eitt dæmi til dæmis innihaldsefni í matvöru bara tek random dæmi að við teljum almennt svona flest okkar held ég telja þær upplýsingar vera áræðanlegri heldur en til dæmis frá sölu aðila matvörunar af því að meina, hann vil alltaf selja og kannski sérstaklega ef þetta er á skjön ok við styðumst til dæmis við þekkingasköpun menntara einstaklinga sem framkoma vísindalega rannsóknir og við kaupum af þeim til dæmis þá staðreynd að jörðin sé hnöttótt það fæst okkar sem að hafa farið í þessar rannsóknir einhvern veginn og við bara jú, við tökum þessu sem staðreynd að jörðin, hún er ekki flöt eins og sumir halda mjög líklega nei, ok og það er líka staðreynd að þú veist, ég heiti það sem ég heiti og húsið okkar var byggt eitthvað árið 2017 það er staðreynd og og Reykjavík er höfuðborg Íslands þetta er staðreyndir og sko við getum alveg haft skoðunar á þessu hvort að sko eins og sumir sem eru á norðan þú veist, finnst að Akureyri ætti að vera höfuðborgin en þú veist, það breytið ekki að Reykjavík er höfuðborgin út með mér ok og í svona fræðilegri þekkingasköpun til dæmis innan háskólanna að þá reiðum okkur alltaf á nýjustu rannsóknir sem í rauninni bestu þekkinguna núna og við treystum því að þessi þekking sé byggð á einhvers konar kerfisbundinni aðferðafræði bæði við úrvinnsluna og gagnasöfnunina og svo framvegis og til þess að vísindi séu vísindi og rannsóknir, góða rannsóknir þá þurfa að vera í tengslum við aðra rannsóknir, fyrri rannsóknir og þetta er svona svæðaskiptan þetta þarf að tala við aðra sérfræðinga eða aðra rannsóknir í hverri grein fyrir sig byggja á einhverjum ákveðnum kenningum rannsóknum og samtali við þær, ok? Já, þetta náttúrulega ekki bara eitthvað mentalið sem er bara að reyna að búa til einhverja vitleysu ég veit og þessar þú veist, þessi þekkingasköpun eða öflun hún þarf að þola gagnrýni
og það á að vera hægt að rýna í og rekja sig í gegnum aðferðir, úrvinnslu, gögnin og niðurstöður af því að vísindin og þekkingin sem við höfum ákveðið að taka sem þekkingu, hún byggir alltaf á ákveðinu kerfi, svona ákveðinu leikreglum, en ekki bara tilfinningu eða skoðunum þá og þegar. Já, en hvað með fólki sem tekur þessu ekki sem þekkingu? Já, ég meina þetta er okkar viðmið þekkingu, skilur. Ég meina Já, við erum flest kannski sammála það. Nei, ég meina bara hlutir í heiminum, bara kerfi sem er byggt í kringum okkur til þess að skapa þekkingu, til þess að ákveða hvort eitthvað sé staðreynd eða ekki, sérstaklega við getum ekki fara og kíkta á það sjálf, þá höfum við búið til eitthvað kerfi í kringu það. Já. Og þetta er svona, þetta kerfi sem ég er að lýsa. Já. Þetta er basically, ég er að lýsa vísindalega aðferð. Já. En núna stendur þetta kerfi kannski svolítið valt. Já, bara alveg eins og lýðræðið. Og hvernig útskýrir maður fyrir einhverjum sem trúir ekki alveg á þetta Já. að þetta sé góð hugmynd, sko. Ok. Þú gerir það á eftir. Já, svona óbeint, sko, en ég ætlaði bara núna, þú sér ekki texta minn, sko, en það er brú. Ég enda að tala ákveðnu kerfi að leiknum, ekki bara tilfinningu að skoðunum. Talandi skoðanir, að þá, sko, skoðanir þær byggja á tilfinningum. Skoðanir byggja á tilfinningum og svona persónulegum mati. Skoðanir þurfa ekkert að vera endilega sannanlegar að kerfisbundnar og það geta allir haft skoðun. Bara, mér finnst eitthvað. Og það þarf ekkert að mæta henni kerfi og við erum bara sátt við það að fólk megi hafa alls konar skoðanir. Almennt, sko. Og og það er hægt að hafa til dæmis þá skoðun og upplifa að feminismi gangi út á að kúa kalla. Það er alveg hægt að upplifa það og hafa þá skoðun, en það er samt ekki staðreynd. Já, þó að þér finnist það, þá er það ekkert endilega staðreynd að feminismi kúi kalla. Og já, nema þá kannski að það sé hægt að sýna fram á það með kerfisbundnum og vísindalegum hætti að feminismin sé að kúa karla. En það ríkir náttúrulega bara svo mikil þöggun að það er ekki hægt að sýna fram á það. En sko, en jafnvel þó að einhverjum tækist að sýna fram á eitthvað, bara eitthvað, að þá getur vel verið að það breytist, að því að þekkingin breytist og alveg eins og við heldum að Plútó væri sko pláneta. Var ekki Plútó? Jú. Heldum það ekki, hún var það. Já, hún var það, en svo bara var hún ekki. Nei. Við höfum rangt fyrir okkur. Nei. Við þurftum að búa til nýja skilgreiningu á því hvað væri reikistjarna. Vali stóð á milli þess í rauninni að segja bara áfram, jú, Plútó er reikistjarna, en það er 2 eða 3 aðrar sem við erum búin að finna, sem er ennþá lengri burtu, sem að uppfylla sömu skilyrði, er sömu stærð og gangi spórbaug sólu og svo kolli, þannig að þær eru þá líka reikistjörnur, þannig að við erum að fara að fjölga reikistjörnunum í sólkerfinu eða breyta skilgreiningunni og þá eru þær 8 en ekki 9. Einmitt. Þannig að allavega, svona bara gerist. Já. Og við uppfærum stundum viðmið og svo komumst við líka stundum að einhverju sem að sýnir fram á að viðtekin þekking var ekki byggð á nægilega miklum gögnum og svo fáum við meiri gögn og þurfum að uppfæra þekkinguna í takt við það. Það er það sem ég held að fólk eigi stundum svolítið erfitt með, sko. að skilja að vísindaleg þekking er ekki endapunktur, sko. Nei. Akkurat. Og einmitt, þetta getur breyst eins og þetta dæmi með, sem þú gast síðan farið aðeins betur yfir en ég, en það er eins og sko, síðan ætla ég að flækja þetta aðeins, sko, því að þetta þekkingin og staðreyndir geta breyst, en þá út frá þessum kerfisbundna hætti sem við höfum samþykkt að gangast undir einhvern veginn í heiminum, að sko skoðun og afstæð og tilfinningar hafa auðvitað áhrif á þekkingasköpun og þarna komum við í raunin inn í ef að segja kynjafræði, af því að þú veist, þar er til dæmis kenningar svona standpoint theory
og síðan critical race theory, Patricia Hill Collins, Sandra Harding og svona fleiri sem að sko sögðu og gaggríndu, ég man ekki hvort að Harding var hann eitthvað í kringum 1930-40 og sko kemur fram með að það skipti í rauninni máli út frá hvaða sjónarhorni við horfum á heiminn eða viðfangsefnið og það voru enda tværarna með þessa svona grunnkenningu, ég man aldrei hverju hvað en það tala líka um svona staðbundna þekkingu þar sem að til dæmis bara sem dæmi að sko sá kúaði hefur betra sjónarhorn og svona raunsannara, þetta er kenningin sem að er síðan hægt að gagnrýna að sko hafi raunsannara sjónarhorn á lífi og tilveruna heldur en sá sem býr við forréttindin. Já, okay. Eða þrællin hafi skýrara sjónarhorn á þú veist, eitthvað svona. Þannig að þú ert að reyna að halda þig fram að hvítir kallar séu ekki bestir í að meta hvort það sé rasismi á Íslandi. Ég var ekkert að segja það það en okay. Það var líka skoðanakúin. Við myndum sko beita í rauninni standpoint theory og á það þú veist og einmitt, gætum kannski fengið þessa niðurstöðu en síðan er það líka náttúrulega critical race theory sem að segja sko gaggrínir það hversu hvít og hversu karlæg og það er náttúrulega líka standpoint theory karlæg, hvít þekkingarsköpunin var og og á hvers forsendum hver er mælikvarðin og í rauninni hvað telst vera þekking og þar kemur náttúrulega inn að bara reynslu heimur svartra var bara algjörlega hunsaður og margt sem að sko bjóði reynslu heimur svartra til dæmis í Bandaríkjunum einhvern veginn komst bara aldrei þú veist, það var bara ekki tekið með. Já, ég meina bara á 16. öld var það niðurstaða vísindana að sæði svartamannsins væri svartalitin. já. Þetta er satt sko. Já, ég bara trúi þér. Já, bara þú veist vísindin vissi ekki betur. Nei, einmitt. En þarna erum við alveg komin inn í eitthvað sem er mjög flókið og það er líka vald, þú veist, forréttindi, valdastöðu og svo framvegis, þannig að auðvitað hefur persónuleg reynsla, tilfinning og allt þetta áhrif á þekkingarsköpunina. Að halda öðru fram væri náttúrulega bara svona þröngsýni, en allavega í hnótskutinu og lokum ég er að hætta þessu að þá er staðreind eitthvað sem hægt er að sýna fram á rökstyðja með viðurkenndum og formlegum hætti, skipulegum hætti. Skoðun er hins vegar eingöngu byggð á upplifun eða persónulegum mati og túlkunum. Þannig að þó að eins og ég til dæmis hef alls konar skoðanir en þær eru litaðar af þekkingagrunni. Þannig að við getum líka byggt skoðun okkar á einhverjum föstum grunni þrátt fyrir að sé kannski ekki búið að sýna fram á það en þegar við höfum skoðun eins og til dæmis bara eitthvað random, tökum eitthvað random dæmi eins og höfum bara einhverja skoðun, segjum bara mér finnst kynin bara vera 2 bara svona random dæmi að þá er það náttúrulega ekki staðreind sko af því að það er bara rangt en þú gætir ruglaði við staðreind af því að það var þetta sem að þú fékkst að vita í þriðja bekk sko. Já. Þá var það kynnt fyrir þér sem staðreind alveg eins og þú kannski lærðir ekki að tegra og diffra í þriðja bekk en þú lærðir margföldun. Þetta held ég að fólk eigi svolítið erfitt með að sætta sig við í dag sko, í þessu algjörlega tilviljun að kenda dæmi sem hún tekur. Já, ég sko af því að ég myndist á vald í þessu líka og það er náttúrulega ekkit sko, þegar við tölum og sérstaklega ef að fólk í forréttinda að valda stöðu talar inn í
ég var að segja hugmyndakerfi sem að er ríkjandi eða ráðandi. Það er ríkjandi viðhorf að kynin séu bara 2 af því að allur veruleikin okkar er bænari, honum er skipt upp í kalla og konur. Já. og þessi umræða kynvitund, kyngerfi og allt þetta, hún er það flókin að þú veist, það er bara miklu einfaldar einhvern veginn að fara ekkert inn í þessu umræða og vera bara ég meina kynin eru bara 2 og flest okkar þurfum ekkert að spá í þetta, við erum bara eitthvað að lifa lífinu okkar. En ég verð samt að setja spurningamerki við að deyja á þessum póli sko. Já. Í opinberu umræðu að deyja á þeim póli að kynin séu bara 2 og hunsa þessa grunnreglur í okkar samfélagi sem að er þekkingasköpunin. Þannig að stríða mér hérna mækin sko, stati við. Já, að hunsa líffræðina, erðafræðina, kynjafræðina, kynjafræðina og bara vísindamenn sem koma fram sérstaklega til þess að reyna að svara þessum einföldunum með því að útskýra flóknari líffræði á frekar aðgengilegan hátt og fólk bara lesa ekki eða segir bara að þetta sé nú bara ykkur rugludallar og hvert sé nú háskólinn kominn sko, að vera að reyna að halda öðru fram en að kynin séu 2. Já, og líka og vísindavefurinn og kona sem er sérfræðingur í ég man ekki hvað undirgrein líffræðinnar var sem skrifaði grein. Já, erðafræði, eitthvað svona erðafræðisdæmi. Já, það var ekki frumulíffræðingur eða eitthvað, ég man ekki. Ég hafði samband við hann nefnilega. Þessa konu? Já. Ok. Og fekk greinar frá henni. Já. Bara til þess að nota í kennslunni. Gekkja. Hún bara tók smá saman fyrir mig. Já, frábært. Eins og konur gera. Já. Vinna fyrir kallana. Já. En já, mér langaði líka að því að við vorum að tala um staðreyndir og skoðun og allt þetta og í umræðinni, bara almennt í umræðinni, þá vill fólk svo oft einhvern veginn hafa sko frelsið og réttin hvað segir maður, óskorðaðan til þess að halda einhverju fram eða tjá sig eða koma einhverju á framfæri eða taka eitthvað samtal, taka umræðina. Já. Ok, þú hefur þá tilfinningu og upplifun, finnst það mikilvægt en hvað með sko ef að segja reynslu, upplifun og tilvist sko hópsins eða fólksins sem verður undir umræðinni, sem verður undir því að þú hafir þetta gerir þetta óskorðaða tilkall til einhverjar umræðu. Hvað með þau? Já. Þú veist, það er það sem ég líka velta fyrir mér og auðvitað er ég þú veist, ég nenni ekki að vera svona undir ós, auðvitað er ég að vísa í kastljósið og þessa umræðu frá fyrrum kollega okkar sko að Er hann fyrrum kollegi okkar? Já, er það ekki? Er hann hættur að vera kollegi? Já, hann er ekki í podcasti eða það? Veit það ekki. Held ekki. Já, kannski í miðflokknum. Eru þeir ekki með hann eitthvað? Er til miðflokks podcast? Já. Nei. Jú. Hanskot. Já, ég held það. Við erum að teka á því. Já. Við glemdum að segja upp af því. Nú? Já, að fólk þarf endilega að reyta og fylgja okkur þar sem þið hlustið. Nei. Jú, það skiptir mjög miklu máli. Ekki þetta pensi. Staðreind. Nei. Það er staðreind, Haukur. Þetta er bara tilfinningarök. Þetta er bara eitthvað kjaftaði, sko. Skiptir engu máli hvort að gera þetta. Nei. Ha? Skiptir mig engu máli. Nei. Já, nei, ég fór bara svona, ég var svona að velta þessu fyrir mér, sko, áhrifunum sem þetta hefur. Og má ég taka eitt dæmi? Já. Má ég taka eitt dæmi? Ég nefnilega gerði mistök einu sinni. Ha? Þetta er ekki trúnó, en ég, bara í samingi við, sko, þetta, sem ég er að segja. Já. Jú, ég man ekki eins og hvort ég talaði um þetta eitthvað tímann, en árið 2019 held ég, frekar en setna, þá
er ég svona farin hressilega af stað með verkefni kallmennskuna og er rosa mikill feministi, búin að fatta þetta sko. Og ætla svo sannarlega að breiða út boðskapinn og líka bara sýna öllum hvað ég er bæði klár og og hugrakkur og líka bara ég var svo upptekinn af sko svona haters sem að hötuðu feminisma og ætlaði svona að sýna þeim að feminismin hann tekur inn öll sjónamið og feministar er ekkert að þagga niður neitt, eitthvað svona. Þannig að fullur af eldmóði og góðum hug og vilja og allt þetta, þá var ég meðal annars að skrifa greinar fyrir Stundina og Stundina okkar. Nei, fjölmiðlinn, Heimildin í dag og gerði þarna nokkra vefsjónastætti og líka tók viðtöl og byrti bara, þú veist, greinar eða fréttir eða pistla eða hvað þetta kallast. Og eitt viðtalið sem sagt fjallaði þolanda ofbeldis í nánu sambandi, þolandum var kallkyns og gerandum var kvenkyns. Og mér fannst áhugaverður punktur í þessu að gerandinn, og ég semst bara á samtal við þennan mann og sé alls konar gögn og eitthvað, og hann sem sagt segir mér að gerandir sé síðan virk í feminískri baráttu og auðvitað dreig það út að gerandin sé í feminískri baráttu og sé svona dálítið eitthvað out there og kona einhvern veginn svona tvennt svona, wow, heyrðu og mitt markmið var náttúrulega bara að opna á að gerendur ofbeldis væri alls konar og kalla vera líka fyrir ofbeldi og eitthvað, og það var bara það sem ég ætla bara að taka umræðan þetta. Það sem að ég fattaði ekki þarna, og það mistöki mín, eru að þrátt fyrir að ég sé feministi, að þá er ég ekki að grafa undan mér sem feminista, ég er bara að grafa undan konum og það er ekki ég sem mun fá eitthvað baklas út af þessu. Það eru allar feminiskar konur. Og ég var svolítið lengi að fatta þetta, bara, hvað meinarðu? Akkur má ég ekki taka þetta fram? Ég meina þetta er bara frétt í eitthvað. Og ég fattaði ekki hvað í rauninni ég væri mögulega að valda miklu skaða, hvað ég var forréttindafyrstur í stöðu minni sem gagginur, karlkyns, sískynja, fullkomlega ekki jaðarsettur feministi, að henda þarna, dálítið mörgum kvenkyns feministum undir rútuna. Akkurat. Já, þú pæla eitthvað eða? Þú lært af þessu? Er þetta meira eitthvað annað eða? Nei. Hvað er þetta að gefa í skinn? Bara þú talar þetta sem svona, eins og þetta væri bara svona einu mistökin, sko. Bara ég gerði einu sinni mistök. Já. Nei, ég er nú bara stið. Ég hef alveg gert fleiri mistök. Já, það var svona í að, sko. Viltu að ég fara eitthvað yfir það meira? Nei, við ætlum að vera að halda þessu undir klukkutíma í dag. Já, ég get alveg talað fleiri mistök og vilt. Nei. En út frá valdi og þekking og staðrindum, þá tók ég þetta dæmi. Að ég gerði einu svona mistök. Akkurat. Það er lítið að fólk viðurkenni það. Það. Og það er líka of mikið að fólk sko haldi að það setji niður við að skipta skoðun. Já. Og það held ég að endurspeglist svolítið í þessu, sko, að kynin eru bara tvö. Þú veist, ég bara hef bara gengið út frá því í mörg ár. Þetta var bara það sem ég lærði og ég hef bara heyrt hitt nýlega. Og þá hlýtur það að vera ykkur vitleysa. Já, en svo er líka annað í þessu, sko. Og vera ekki tilbúin til þess að hlusta, lesa, skoða greinar og bara halla sér aftur í stólunum og vera bara ok. Þessir 15 sérfræðingar eru að tala að þetta séu meir en 1000 mismunandi kynbundin einkenni og þetta sé mögulega einhvers konar svona kvarði frekar en bara 2 möguleikar og skipti það með einhverju máli? Nei. Já. Þetta er ekki til hjá fólki einhvern veginn.
Nei, mjög mörgum alveg ekki Nei, mjög mörgum það er mjög margir sem eru svolítið fastir bara í að bara, hætti þessari vitleysu hætti að vera að koma með eitthvað sem hefur aldrei verið talað áður að, kynin eru bara 2 og bara sus, Já, og ég held að það sé tvennt sem spila hann inni okay. Hvað? Tvennt? Eða kvarði af mörgum sem spila inn í allavega, tvennt, hvaða tvennt? Sko tvennt sem skýrir þessa forherðingu okay. í þessu viðþóri það er í fyrsta lagi fólk náttúrulega vil ekki vera heimst þannig að það er betra bara að vera full blown bara algjörlega bara stick to it bara reiður já. Þú veist, bara að vera nógu samfærður eins og Trump bara ég hef alltaf rétt fyrir mér ger ekki mistök að því ég vil ekki vera heimskur þú veist, svo náttúrulega bara eru þau heimsk ég held að það sé líka ákveð vandamál allavega, vil ekki vera það bara mantran mín bara muna helmingur fólks er undir meðalgreind já þetta glemist já ég meina, bara í alvegni fólk bara almennt er rosalega heimst og ég er engin undandekning ég er oft heimskur hvort að ég sé heimskur bara í eðli mínu ég veit það ekki en það kemur fyrir að ég sé bara hvað er að mér allavega, og hitt aðtrið er að fólk sko getur ekki horfst í augu við það að nei það heldur svo oft að með því að gera ykkur að rugglast eða miskynja eða taka við nýjum upplýsingum að þar með eða einmitt gera mistök þú veist, rugglast og beita ofbeldi eitthvað svona og að þar með sé það vond fólk og þetta er svolítið ábyrgandi byrju eftir að segja þessi vondur að því að fólk vill vera gott og fólk er svo upptekið að því að líða að sé gott mér finnst vera samt minna að fólk vilja vera gott nei það vill bara ekki það er frekar til í að taka það að vera vond til þess að einhver lesi þau ekki sem að þykjast vera gott þannig að það verður bara vond og ég skil ok, ég ætla ekki að fara lengra Heru, ég er þá bara rasisti já, bla, bla. Já, það er svolítið það sem ég er að tala um þá viltu ekki endilega vera góður sko. Þeir eru eiginlega bara alveg sama þetta nei þá endur skilgreinur bara hvað það er að vera rasisti og þá er það bara gott að vera rasisti þú veist, þá bara ónæði þá ég er samt góð manneskja ef að það að hlúa þjóðminni er rasismi þá bara er ég, þú veist en þá þarftu akkurat að búa þér til þá þarftu að búa þér til góða fólkið sem að er búið að sko kúvenda öllum hugtökum og er að taka af þér að geta sagt amma og afi af því að núna er líka hægt að segja eitthvað annað eða þú veist stórforeldri eða hvað sem það er og bara þú veist má ekkert lengur sko akkur er verið að breyta þessu og þetta hefur alltaf verið svona ég skil þetta að hluta til en ég held að við þurfum að svona aðeins að reyna að breyða það meira út í svona hjá fólkinu kringum okkur Jöfisvissin hættu að djöflast á þessu mikrofónstætti Jöfisruglir þetta maður breyða svolítið meira út að sko bara leifðu þér bara að vera bara pínu sama þú veist, þú þarft ekki að deyja á þessari hæð og þetta er líka bara svolítið erfitt umhverfi að sko, interneti er erfitt að því til að sko okkur var ekki ætlað að heyra skoðanir allra á öllu og let's face it langflestir vita mjög lítið mest það er bara eðli málsins samkvæmt og þegar þetta fara að snúast upp í það að þeir sem að vita mest hlutina þeir sem eru með menntunina eða þeir sem að finna það á eigin skinni þeir eiga bara að láta í minnipókan og bara hætta þessu kjaftaði og bara þú veist og þeim eru gerðar upp annarlegar hvatir það er gert lítið úr rannsóknum þeirra
og menntun og menntun litin hotnauga allt til þess að geta bara í krafti fjölda heimskunar haldið áfram að hjakka í einhverjum algjörum einföldunum og bara svona því sem að ég veit ekki af hverju líður fólki betur með að við segjum það bara já ok kynin eru bara 2 við vorum bara ruglast transfólk bara þau voru rugla bara öll eitthvað aðeins að ruglast ef ekki bara bakka með þetta í fyrsta lagi, hvað ætlar að fá út úr þessu? Öðru lagi, akkur þetta pólitík? Hætti þessu kjaftaði. Þetta ekki stjórnmál. Farið þið að skoða einhver vegakerfi og fjármálafrumvörp, skilur. Drullist til þess að gera þessi eigi að vera að gera. Ekki vera ofreiður samt. Nei, hress bara. En mér langaði samt að nefna í þessu samíkja þegar að ræða þetta og bara svona upplýsa fólkið okkar sko, sem er að hlusta og því að nú vinn ég við það að kenna kynjafræði og bara í síðustu viku var ég akkurat að tala um kyn og kyngerfi og transfólk og kynsegin og allt þetta, öll þessu hugtök að þá sko erum við alveg að tala um það að það eru 2 foreldrar sem hafa samband í skólameistara og bara já, hún er bara forutnast hvað, þú veist eru svona í rauninni að þurfa að fá þú veist, já ég veit ekki hversu mikið ég með að tala um þetta ofinbjörlega maður, en allavega það eru foreldrar með ákveð aðhald já. Við kennslu í kynjafræði já. Og það er í fullkomnu samræmi við orðræðuna frá Kastljósinu frá öðrum viðmælandunum í fullkomnu samræmi við kjaftaðið við skoðanirnar sem að hann vill fá frelsi til þess að spúa út bara til þess að fólk skilji sko þungan og dýftina og síðan áhrifin ég bara eitthvað forréttinda gaur og þetta svona að fara að þrengja aðeins að mér það svona að fara að strá efasemdum og ég þarf svona að vera á tánum og ég þarf svona aldeilis að þú veist, eitthvað og hvað þá fólkið sem verið að vega að tilvist þeirra og lífsgæðum og öryggi bara í alvörinni þetta svo illa ígrundað þetta er bæði vont og heimst en umframhald held ég að við þurfum nú samt að láta okkur umhugað miðflokksmannin sem fær ekki að tjá sínar skoðanir hann hlakkaður í hel ég veit það, þetta er rosalegt og hugsaði þér að vera búin að koma í 200 viðtöl þetta hvaða er mikil þöggun og hvaða er mikil skoðanakúun og samt virkar ekkert þannig að ég segi bara hugur minn er hjá miðflokksmanninum já, ég sammála þetta er erfitt förum í Trúnó já hvað ætlar að segja mér í dag ykkur? Sko hvað er með eitthvað juicy eitthvað rosalega juicy shit ég allir hnið á mig sér núna í mynd okay. Er búin að vera að pæla í það tengist óbeint þessu, það er þessi tilfinning að festa sig í einhverju vera þrjóskur vera þver og ætla sko að standa við það sem maður ákvað ég ætla að tala um svona hluti í dag ég ætla að tala sko ég ætla að segja þér frá því þegar að ég fór í fílu þegar ég fór í fílu út í fólk og ætlaði aldrei að tala við það aftur hefur þú lent í þessu? Sko, já ég veit það ekki ég vil ekki að varpa sig verið þig Nei. en sko fólk er alls konar og fólk breytist þetta gleymist oft sko maður fer inn í hjónaband
með aðila sem bara svona í dag að því ekki að hann verið svona eftir 15 ár maður verður vinur einhvers sem að bara á nákvæmlega sama leveli og maður sjálfur í dag eftir 5 ár erum við kannski bara enga veginn á sama leveli kannski hann verið miðflokksmaður nei, ég segi svona en sko stundum kemur bara eitthvað upp á fólk dílar við hitt og þetta kemst í gegnum hitt og þetta eða ekki og fer í fílu ég hitti mann í dag Já. Í dag? Já Er þetta svo fest? Sorry, í fyrradag Já. Ekki framtíðin Já, þetta svolítið fest, já Ég hitti mann í dag Já, ok sem að fór í fílu út í mig Nei fyrir 7 árum Ok og hérna við vorum mjög góði vinnir Já við hérna vorum vinnir bara sko frá ætla ég hef ekki verið bara svona 15 ára þegar við kynnumst og verum góða vinnir sko og bara mörg ár við með þess að byggum saman á tímabili vorum að leigja nokkrir saman og hérna bara töluðum bara gífulega mikið saman eða bara hverjum degi sko og svona alltaf, þú veist, byggum á sama stað og allt þetta og bara og svo bara, þú veist, svo breytist fólk og hérna mistum hérna þú veist, sambandið var ekki svona jafn hvað ég að segja, djúft eða þú veist, við tölum ekki jafn saman og allt þetta og svo hérna kemur að því að það kemur smá svona uppákoma en vil ekki að fara nákvæmt í en hún var ekkert alvarleg og ekkert hérna dramatísk en verður til þess að þessi vinur minn hann bara nenni mér ekki lengur bara blokka mig á samfélagsmiðlum og allir pakkin og bara seinasta sem að við skiljum eftir okkur er bara rifrildi á hérna í spjall forriti svo fyrir svona ég veit ekki, heila bara nokkrum vikum þá hérna ég vissi að þeim var búin að afblokka mig Ok eftir einhver ár sko alveg nokkur ár það ég bara fyrir nokkrum vikum og hérna sendi ég bara friend request Já, hann var búin að unfrienda og allt Já, það gerist þegar blokkar sko ok og hérna, og svo skrifaði ég hérna í spjallforritið sko, það sem var bara rifrildi hérna árið 2017, 18, þú veist skrifaði bara, en hvað, ertu ekki annars bara hressa? Ok og ég bara, þú veist spjöldum við eitthvað saman og svo hitti ég hann í dag Ok bara óvænt, sá hann og bara knúsaði hann og ég fann bara, eiginlega bara við það bara, hvað er maður, það skiptir einhver máli, hvað er maður hvernig nenni maður að vera hérna grömpi og fúll út í einhvern út af einhverju sem var ekki það alvarlegt og bara þú veist það tekur það þarfnast ákveðinar svona orku bara að nenna því Já, að vera í fílu Já. Og ég bara bara einnandi ekki En fórst þú í fílu? Já Var ekki hann sem blokkaði þig? Jú, en við vorum fúlir út í hver annan sko. Já, ég skil, ok og hérna, já, og ég svona, já var aðeins að pæla í þessu eftir þetta í dag sko. Já Ég hef líka farið í fílu út í bróðum minn ég talaði ekki við bróðum minn í ég veit ekki, það voru örugglega 2 ár eða eitthvað þetta er ekki eðlileg hegðun Nei og hérna og það er þetta sko bara að hérna ég held þetta sé líka svolítið að ég veit ekki þú veist maður þekkir eiginlega bara hver einasta manneskja sem maður þekkir er með eitthvað svona já ég tala ekki við þennan eða bara eitthvað þú veist og það getur verið innan fjölskyldu það getur verið þú veist
Ég ætla samt að segja gamall vinskap, Já, en auðvitað er stundum- stundum ástæða Já, já, alveg 100%. En það sem ég á við er sko, er eitthvað svona, þú veist, það kemur bara upp eitthvað svona rifrildi og verður bara eitthvað rosa fúll já, út af einhverju sem þú kannski sérði ekki alveg strax eða pælir í setna, já, skiptir einlega máli. já, svona særðar tilfinningar bara. Já, stundum þarf fólk kannski bara aðeins smá fjarlæg, en ég, þú veist, mér finnst erfiðara að vera í fíl út í einhvern en að vera ekki í fíl út í einhvern. Já, því að þá ertu ekki frjáls. Útskýrðu? Þú veist, já, þá bara ertu ekki frjáls. Þú ert ekki frjáls gagvart. Gagvart viðkomandi. Nei, af því að þú ert að halda í hlekki fílunar, sko. Ok. Ekki það ég ætla að fara að vera eitthvað spiritual hérna, þetta er ekki það. Þetta er bara af því að ég á alveg svona reynslu líka. Já. Og alveg reynslu sem að er ekki þannig sé búið að vinna úr. Nei. Bara besti vinur minn. Ég ætla að segja sko að ég hafi sært tilfinningar hans Já. á internetinu Já. sem leiddi síðan af sér já, við getum sagt rifrildi í spjalli sem endaði sér bara með að við hittumst ekkit bara í marga mánuði, Bara vinslitt. bara vinslit. Og hafið ekki hist eða? Við höfum hist út í búð. Óvart. Já. Já. En þú veist, það eru nokkur ár síðan. Þannig að en sko En á þess að ég ætla að fara að krifja þetta sko og spyrja út í þetta og þú bara segir stopp eða vilt sko að þegar þú horfir núna tilbaka á sko atburðin sjálfan það sem að tryggeraði rifrildið var það alvarlegt? Sko ég sagði náttúrulega ég hefði sært tilfinningar hans Já. á internetinu ég held að það sem ég sagði á internetinu og gerði ég held ennþá að það hafi átt rétt á sér og verið mikilvægt og nauðsynlegt þannig að þú stendur svolítið við það. já og og hann sko bara skilur ekki hvers konar eiginlega í rauninni já vanvirðing og svona dónaskapur og svona já lítilækkandi einhvern veginn hegðun eða framkoma þetta var Já. já, á þess að ég ætla einmitt að fara eitthvað nánar út í þetta, ekki að því að ég vil ekki tala um það heldur bara að ég ætla ekki að gera honum það sko. Akkurat. Í mínu tilfelli þá var þetta kannski svolítið svipað sko. Honum, ég sagði hluti sem mér fannst vera léttvægir. Hann tók því sem já, hvað var að segja honum fannst það særandi. Já. Og á þess að ég kannski var sammála því sko. Já en það sko, skildi það en það er sko, að því að nú lögðu að staði þetta ferðalag hérna að við ætlum að kynnast já. Og við erum alveg að gera það sko og fólk er bara að vera vitna því að við erum að kynnast já. og það er svo fyndið og nú náttúrulega er kona mín Hulda, hún er sálfræðingur svona þekkir ýmis ef að segja einkenni birtingamyndir mynstur trend eitthvað hjá fólki og hún hefur svona lýst okkur á svipaðan hátt okkur tveimur? Já, okay. að við séum svolítið svipaðar eitthvað mörguleiti og hand og nýttir já, krumpaði kallar sem að þóra ekki að dansa eða eitthvað já, ég geta ekki að þá sko. Nei, ég meina ég gerði einu sinni ég sendiði nú myndband hérna hvenær var það föstudaginn í svona staffaferð, allir að dansa já, það var sem sagt starfsmannafundur ég bara myndi fara bara allt starfsfólk á fundi já. Svo kemur bara herru, nú er bara, erum við komin í önnum mál á dagskrá. Ég ætla að byggja ykkur aðeins að færa þetta borðin til
við vissum ekkert hvað var að fara að gerast. Ég fæ bara svona Herðu. kaldan svita sko. Svo bara mæta inn bara 3 dansarar og að fara að kenna okkur að dansa. Já, en skemmtilegt. Herðu, Og ég- síminn að ringja, ég þarf að fara. Nei, herðu, Ha? það er líka ógeðslega fyndið. Allir kallanir, Já, þeir svona laumuðu sér frá. já, Ég reyndi, ok. ég fór bara, herðu, ég ger þetta. Já, vel gert. Ég bara ger þetta. Já, Svo bara byrjaði bara fyrstu spórin, ég bara, nei, herðu, ég get þetta. fast bara með þetta. Ég get ekki, Já. þú veist, Ég lendi inn svona í hláturjóka í svona staffadóti þegar ég var að kenna. Ég gat það ekki, sko. Bara sorry, ég er bara ekki nógu tengdur við flip-kísan í mér til þess að geta ráðið við þetta í kringum fólk, sko. Nei, þú veist, ég nefnilega, sko, ég vildi óska þess að ég væri jafn frjáls einhvern veginn bara í mér eins og hérna þá var reyndar einn kallkynskennari þarna sem að er örugglega 10-15 árum eldri en ég og geggjutýpa ekkert eitthvað, einhver flippari, hann er bara frekar þögull og svona alvöru gefinn en hann bara tók alveg tjúttið og hérna Já, vel gert. og fylgdi alveg og var náttúrulega ekkert í takt sko, en bara fór alla leið Já. og ég bara, ég dáðist að þessu Já. ég vildi gæti verið svona frjáls Já, ég geti þetta ekki. en það sem ég er að segja, sko, ég reyndi en ég sá bara að sko mögulega hefði þetta alveg verið gaman og fólk hefði getað hlegið að mér ég nefndi ekki Líklega var samt enginn að fara að hlæja þér og líklega bara mjög fáir meira þess að bara pæla í því að þú Nei. værir þarna að dansa. Jú, Og jú. maður verður bara svona einhvern veginn Nei, sko- þú veist, maður verður svo sjálfmeðvitaður og... Já, ég veit að en þú veist, það var alveg kannski 10-15 kennara sem að stóðu og horfðu, þannig ég hefði verið Krosslaðar hendur. já, ég hefði verið sjó fyrir þau Ok. en ég var ekki alveg til í það Mm. en við vorum að tala um vináttu og fílu Þú og, varst að tala um að kona en hulda sálfræðingur bla bla Já. bla. Hvert ætlaður með það? nei bara mér er stoltið áhugavert að við höfum báðir þessa reynslu að segja eitthvað á internetinu við vin okkar og það verður eiginlega vinslit Já. og við erum báðir eitthvað svona hvað? Já. Ekki alveg að skilja sko alvarleikan Nei. þannig að ég er svona að hugsa og mjög, á þess að ég þekki þitt tilfelli þá held ég þetta sé nú kannski pínu einföldun líklega voru við búin að vaksa aðeins í sundur frá vin okkar já, líklega voru nokkur atriði fram að þessu búin að vera svona smá núansar eitthvað já. og svo kemur eitthvað sem triggerar sprengju í mínu tilfelli var það þannig Já, vissulega er það alveg þannig en samt er það pínufindið og ekki fyndið kannski hvernig við erum svona hálf ég var að segja lausir við samkenndina og skilningin sem hegðun okkar hefur í þessu samingi og ég er svona pínu að því að það hefur verið sagt stundum við mig að hérna að ég hafi tendensa sem að sko hvað er sagt, ég ætla að reyna að segja þetta rétt svona einhverfu tendensa og það les ekki alveg rétt það er eitt einkennið sko í svona eitthvað félagslega aðstæður já, ok þú veist ég er ekki að segja að við séum einhverfir sko en það er svona það er eitthvað annað það er svona eitthvað sko já, svo erum nú báði líka svona smá eitthvað með eitthvað krump í fortíðinni og smá ADHD mögulega og já og kannski líka bara smá eða jafnvel meira smá af því að við segjum eiginlega bara hlutina eins og þeir eru sko. og það þarf stundum að gera það ekki já, einmitt það er líka, herru, við erum komnir í, sko, trúnóið er að leiða af sér smá trúnóið, það er náttúrulega líka nótt, sko, við eigum ekki að vera að tala núna. 1:30 að fara nótt sunda. Já, ég meina, þú veist, ég á að vera að fara að sofa. Já. En, bara að því við erum að tala um svona eitthvað að segja hluti, þar sem að ég var svolítið lengi að skilja, sko, í sambandinu mínu,
með Huldu konunum minni Huldu að það var og við lærum það bara í parameðferðinni að þegar við fórum svona eitthvað að lærum ég man ekki hvað heitir djöflarhringin okkar og djöflarhringin já í svona samskiptaform þar sem að förum alltaf í sömu lúppuna þú veist, það er eitthvað smá ósætti og það leiðir af sér eitthvað samtal og við erum alltaf að eiga sama samtalið hvað er svona vítarhingur bara já, og það er ekkert alltaf það er aldrei það sem það er það er eitthvað annað það er eitthvað annað já, ég tengi við þetta allavega stundum kannski það verður bara eitthvað svona pirringur já, allavega stundum kannski segir Hulda eitthvað svona við mig þú eitthvað bara segir eitthvað sem er það er ekki alveg rétt það er líkilorðið þarna alveg já. það er ekki alveg rétt já. þetta er ekki alveg nóg nákvæmt þú veist, þetta er ekkit eitthvað ekki alveg svona að ég festist alltaf í því að ég var að hafa rétt fyrir mér já. og ég var að reyna að útskýra fyrir henni og segja henni og sýna henni fram á þetta sem hún er að segja við mig þetta bara er ekki alveg rétt já. og ég lærði það bara í meðferðinni að þetta snýst ekki neitt það hvort okkar hefur rétt fyrir sér það er eitthvað ákall hlustun það er ákall tengingu þú veist, það er ákall eitthvað já. og það skiptir engu máli hvort það sé rétt eða ekki það sem hún segir í því mómenti þannig að ég þurfti að læra beyond þetta yrta orð sem kom út úr henni af því að hún er konan mín hún er konan sem ég elska og ég vill eiga gott líf með þú veist, þá gengur ekki þessi aðferðafræði já, nei, þetta er ekki alveg rétt sem þú ert að segja núna en lærður þá að sagt, ég gef mér að hún segi stundum hluti sem að þér finnst ekki vera alveg réttir lærður þá að koma þér úr því sagt, hvað ég segja að koma vekk fyrir að þú dettir inn í hennar vítarhring já og nei já og nei af því að flest fólk hefur ekki farið í parameðferð og veit kannski ekki almennilega fær maður eitthvað svona þetta er náttúrulega þú veist, ég er bara að taka eitthvað svona dæmi og einfalda en þegar að ég detti í þennan gír eða þú veist, þegar ég datt í þennan gír ég er nefnilega að veit að ég á ekki að ég bara læri það ég veit ég á ekki að hafa rétt fyrir mér og rökræða eitthvað nema náttúrulega það þú veist, og það gerir það aldrei að snúist að einhverju sem að er virkilega mikilvægt að nei, ég hef rétt fyrir mér, eitthvað svona það gerist ekki, þetta var og ég er alltaf í okkar tilviki eitthvað annað allavega það sem að gerist er náttúrulega að ég triggerast og þegar ég triggerast á í mínu, þú veist minn reynslu heimur er þannig að þegar ég fyrir vörn og svona ég næ ekki alveg svona víðu samingi og við róluður í mér heldur ég bara triggeraður, ég er bara komin í attack mode eða ég komin í að ég þarf að verja mig og mín aðferðafræði eitthvað sem ég hef bara lært er finna rök núna bara rök, vera rökfastur eitthvað á meðan önnur hafa kannski lært að bara draga sér í hlé, fara úr eða eitthvað allavega þannig að þetta snýst þá að ég þurfi að átta mig á því hvað er í mér að triggerast við það að hún eitthvað gagnrýnir það að ég sé ekki nóg ábyrgur pabbi eða ég sé ekki nóg duglegur með þvottinn eða ég sé ekki að taka tillit til tilfinningar hennar eða eitthvað já að þá þarf ég að skilja það og líka í mínu tilviki að þá snýst þetta alltaf bara tenginguna okkar á milli að þú veist, við erum ekki óvinir við erum ekki í rökræðkeppni við erum þú veist, við erum hjón og þegar að það kemur eitthvað svona
ég var að segja gagnrýni eða ábending eða eitthvað sem að tryggjara mig eða Já. snertir mig illa Já, þá þarf ég að hafa með allan við ok að dett ekki í gömul hjólför það sem ég fyrir vörn verð pirraður, fjarlægur, kaldur eða rökviss og ætla að vinna Vinnaryrfildið já. Já. Og sko við höfum aldrei við höfum rifist einu sinni sko rifist við höfum alveg verið eitthvað svona ósátt og eitthvað svona fúl og eitthvað svona pirruð og svona smá köld eitthvað Já. en það er bara eitt mómenta sem að við rifumst og þú veist það var aðfangadag Aðfangadag einhvern tímann fyrir ansi mörgum ára síðan Ok Já, ég vilt þú opnaði eitthvað meira fyrst að við erum svona komin í þókað Herri, og áður en þú opnaði Já. sem þú varst alveg að fara að gera Já. þá enn og aftur kemur það mér á óvart hvað fólk tekur þessu rausi okkar vel Já. Já, segir þú eins og þú sett eitthvað hissa og þú kannast ekkert við það Nei, það tala nýjustu tölur úr kraganum Já, það og líka bara líka bara skilabóðin sem maður fá Já, það er, já, ég er búin að glemma því Það er búin að rignin Nei, bara þetta er Já, þetta er bara alveg ótrúlegt sko. Í þessari viku, þá var bara endalaustur að senda á okkur bara, Já, þú veist frábær þessi þáttur, eitthvað, takk fyrir þetta já Það var magnað Og líka, sem að pirra mig samt smá Nei, Jú, það pirra mig smá hvað? Þegar að fólk sem að þú náttúrulega lagði þér upp með það helvítis ritstjóriðin sko þú vildir ekki fá gömlu kallmannskuna inn í þetta podcast Ok þú veist, gæjan með kenningarnar og fræðin og reiðina og aktivisman einhvern veginn heldur manneskjuna vildir hafa þetta mennst Já. Hvað fólk er að fíla það Já, fyrir það er tjóðandur Já, ég hata það Djöfull hata ég það Já, ég veit hvað þú tala núna Það var eitt sem skrifaði eitthvað á það leið að það væri nú betri leið en gömlu kallmennsku podcastin til þess að eitthvað, bla 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 Já, því að sko, og ég skil alveg af hverju ég veit alveg af hverju það er, ég veit alveg hvað það er Ég er alltaf að taka mig niður Fattaru? Já Ég meina, hvernig ætlar þú að taka því sem árás þegar ég er bara eitthvað að alltaf að opna hjarta mitt hérna Akkurat Það er ekkert hægt Nei. Þannig ég þú veist, já, ég hata það en auðvitað elska ég það líka sko að þetta sé eitthvað sem að fólk fílar og eins og alltaf þá er þetta aðalega konur Já, aðalega, en ekki eingöngu Nei Mér finnst reyndar sko aðeins verða hvað ég segja, ég finn að áhugi og hlustun karla er svolítið að taka stökk en vissulega fáum við oftar skilaboð frá konum sem er rosalega ánæðar með einhver ákveðin viðfarsefni hjá okkur en það kannski tengist líka bara svolítið þessu sem við byrjuðum þáttin á þegar ég var að velta fyrir mér af hverju eru oftar konur sem að, þú veist, láta sig varða málefni Ísraels hers og Palestínu og svo framvegis og bara jafnrétti almennt í heiminum Já, bara samfélagsmál Akkur eru konur frekar en kallar sem að eyða orku sinni og tíma í það frekar en kallar Já, einmitt Kannski tengist þetta allt saman sko, En þetta er að breytast hægt og síðandi Já, ég ekki að vona þetta það Þetta er að jafnast út Nú er að reyna að vera jákvæð þú úr senast þetta þegar ég var neikvæði Já, sko, en það var samt pínu fyndið að því að vorum eitthvað að spá hvað er eiginlega, þú veist, hvernig er þetta að dreifa sér og eitthvað svona og ég var eitthvað svona farið við tölfræðina og sagði eitthvað svona já, eitthvað, það var svona eitthvað virtist vera eitthvað nokkur 100 þannig til að ég fattaði að ég var bara að skoða 1 mánuð Já Þannig voru staðrendinar ekki réttar Já, þetta var rétt þetta var bara kannski ekki nóg nákvæmt Þú veist að líta skakt á gögn Já. Og það kom okkur skemmtilega óvart Já. að
við erum að tala um nokkur þúsund Já, sem að hafa hlustað á þetta. já, það er útrúlega sko. Það er, nei, býta aðeins, það eru nokkur þúsund manns sem að hafa bara eitthvað, tveir kallar eitthvað svona smelt og hlustað á það. Já, Nokkur þúsund sem að hafa gefið sér tími í það. já, það er bara humbling sko. Nei, menn það er bara ótrúlega magnað sko, merkilegt sko, Já, finnst mér, að því að að því að, já, bæði eru við með frekar fáa í heiminum sem að skilja tungumáli sem við erum að tala á og frekar fáa sem að láta sig eitthvað svona nýs efni já, varða. og líka að því að við höfum ansi marga fyrirfram sem að hafa ekkit sérstak dálæti á okkur. Nei, En það fyrsti pósturinn sem sett út var náttúrulega okkur sko, Já. þetta hlaðvarp, var að tveir höttuðustu kallar landsins saminast í sennilega, hélt ég þá, óvinsanlegsta hlaðvarpi landsins, en já, þetta er gaman. yes. Gleymdirðu pókanum? Nei, ég man hérna. Já, meðan, ef við ekki að fara í hlustanda? Og ég taka póka minn. Já, tatt hann. Eins og einhverju muna sem að hlustuðu á síðasta þátt muna, hvað sagði ég? Eins og einhverju munar sem hlustu á síðustu þátt. Muna? Þá var þetta bilað síðast, þetta var bila. en Við rettum því. það kom í lag. Og þegar ég segi við, þá segi ég að því það að ég myndi þig á að gera. Ekki bara einu sinni, Nei. 4 sinnum. Heyrðu. Tilbúin. Já. Bóndi á Norðurlandi skrifar. Ha? Já. Nei, í alvöru? Þetta er rétt. Er það satt og rétt? Þetta er bóndi á Norðurlandi. Er það staðfest? Það er staðfest. Ok. Hver er versta gjöf sem þið hafið fengið? Og hvernig brugðust þið við? Wow. Versta gjöf sem þið fengið? Þetta er svolítið brútal sko. Já. Nú þurfum að fara að segja einhverjum sem kannski hélt hann að gefa okkur frábæra gjöf að þetta sé versta gjöf sem þið fengið. Já, leiðindi sko. Helvits leiðindi. En ég er átt að maður því að þessi mæk standur Ekki tala um það, við erum með 5 mínútur sko. Já, sorry, ok. Þannig alltaf eitthvað að hrynja hérna. Hérna, já, viltu byrja? Manstu eitthvað? Sko ég þarf eiginlega að viðurkenna eitt. Já. Ég er ógeðslega erfitt að gefa mig gjafir. Af því að ég svona eins furðulega á það hljómar þá er ég sko bæði ég er sko mjög pikki á hluti og ég er með svona safnara element í ákveðnum hlutum en á flestum hlutum með varandi flesta hluti er ég svolítið mínimalískur. Mér finnst til dæmis ég vil helst ekki fá eitthvað svona skrautmun gefins. Nei. Og það snúið svo hana þessu hana niðri. Hefur aldrei haldið tónleikadrengur. Nei, hvað meina Lyftu þessu upp Hverju? hana, eins og varst að gera Já. hólkinum Já. og skrúaði þetta og herðið hana, jésús gott útvarp. Já. Svona. Nei, ég skal gera þetta fyrir eftir. Já. Hérna af því að þú veist ég vil velja sko hvaða skrautmunur fer upp á hilli hjá mér ekki Já. einhver annar að pyrra mig. Já. Og svo hérna já, mér finnst líka mjög pyrrandi að fá sko, mjög pyrrandi hljóma hér svo vanþakklandisti maður í Ísland. Óþolandi. Já, þegar fólk gefur mér sko eitthvað sem passar ekki Á þig? já, Já. og vitlu starð og þá þá maður að fara að pæla sko, þú veist, er ég að fara bara ég veit ekki, nota þetta aldrei eða er ég að fara eitthvað heyrðu, hvað keyptir hérna af því Já. að það er ömulegt Já. því ég ætlaði að skipta hérna eitthvað Sko þegar þú last þetta upp þá var það fyrsta sem ég hugsaði var bara jólin og barnæskan já, að ég hafði stundum væntingar
og hérna og þú veist, ég man alveg eftir að ég bjóst við að fá eitthvað í jólagjöf og svo fekk ég eitthvað annað og bara þvílík vonbrigði sko. Og mig gruna nú að það ef að segja veruleiki barnanna minna er annar heldur en kannski minn. Ég held að fjárhagur foreldra minna eða mömmu minnar og af og ömmu hafi verið töluvert öðruvísi þá heldur en börnin mín er alast upp við þar sem að þau hérna, eru ofdegruð ekki bara okkur heldur líka fólki ykkur sig að sko ég man ekki beint gjöfina en ég var alltaf stressaður að ég fengi ekki það sem ég langaði í en þurfti að feika það að vera glaður með já. Þú veist, þannig að alltaf þegar ég var að opna og það er eiginlega þannig ennþá á jólunum eða þegar ég fæ afmælisgjöf kemur þá smá svona hnútur Nei, já, þá kemur passa bara með að vera geðið ánæður já, þá okay. Byrja ég svona að reyna að vera eitthvað svona glaður svo opna ég og já við þú veist, bara, mér finnst þetta bara óþægilegt sko. Að því að þegar fólk er að horfa á því að opna þetta já, ég skil ekki bara láti bara, þú veist ég vil bara opna þetta inn í herbergi já, í alvörinni að því að hvað ef þetta er bara ógeðslegt bara ljótasta peysa sem þú séð já, eða eitthvað og ég bara eitthvað og ég veit það, ég á að vera ánæður og glaður frábært, takk ég get ekki fara að segja þetta er nú ekki alveg minn stíll sko, en takk fyrir gjöfina ég er sko ég fíla gjafir sem að segja mér að viðkomandi hafi tengt eitthvað hlut við mig hafi hlustað á ég sagði einhvern tímann eitthvað fyrir hérna 4 mánuðum eitthvað ég hef farið hérna og ég fengi eitthvað þú veist, gett gott að borða bla eitthvað þannig já, þú vilt þriðjuvaktargjafir og þá svona, ég ætla að muna það og ég ætla að gefa honum þetta seinna ég fíla það ég fíla ekki ég fíla ekki gjafabréf það ekki? Nei nema það sé ég með svona eitthvað já, ég vissum að, ef það er svona upplifun jú, ok, það er allt annað en hitt er svolítið bara veist, hefur ekki bara alveg skita bara millivert á mig tíminn er búinn já, mitt nei, ég er að segja það, þessi mæk þetta er, ég þarf að gera eitthvað í þessu Jesús, skal kenna þér á það ég hef nefnilega held sko þú sér, hann er alltaf að síga já, ég veit alveg hvað að ég get að laga þetta fyrir það er þetta hér já, þetta er ekki flókið ég er búin að herða þetta ég held eistnaflug í 3 ár eftir ég kunni ekki á mikrofónstati já, af hverju hreinur þetta? Sýna þér á eftir á hverju ekki núna? ef að gera content, fólk getur séð á Instagraminu hjá okkur já @2 kallar já, ok en þú veist, má ég fara að sofa núna eða? Góður í bili, hvað, hún er bara 10 mínútur í 2